hérna sem við ætlum að fara í dag. Það sem afriðun, gáruspenna, aftur senedía og heilbyggiafriðun. Og síðan skulum við skoða hérna, já, við þurfum náttúrulega að við höldum bara áfram í þessum dæmum á morgun, en við byrjum á því að fara yfir þetta hérna aðeins. Við kynnumst þessu sem við vorum að gera í verklegu aðeins og þá færi ég þetta hérna aðeins frá og hér erum við með rafeindatækni glærur og rafeindatækninni hérna, bitur nú við, það er þetta hérna, hér, já. Svo að gáruspennan, við fórum að það síðast að hún skilgreind frá hámarkinu hérna, gildinu hérna og niður að því sem að þéttirinn hleðst í. Þessa spennu þar sem að mætast spennan inn og það sem að þéttirinn afhleðst niður í. Þannig að það er frá max og niður í það gildi. Og meðalgildislínan, það er að teikna hana hérna í gegn, það er raunni útreiknu lína. En ef við erum ekki með neitt spennuregli, þá erum við með þessa gáru ofan á jafnspennunni. Og við fáum hérna þessa spennu þá inn á tækið ef það er engin spennureglis. Síðan gáruspennan skilgreind bara hérna í texta og svo sjáum við hérna betri mynd af þessu. Ef við værum með riðspennuna inn alveg til samanburðar og við værum með hálfbylgjuafriðun, þá sjáum við hvað myndi gerast. Það er bara eina díóð í þessu og þá hérna afhleðst þéttirinn hérna frá hámarkinu og við sjáum það er smá spennufall hérna frá spennunni inn. Hvaða spennufall er þetta? Við sjáum að bláa línan, hún næri ekki alveg upp í þessa ljósbrúnu sínusbylgju hérna. Það er smá bil. Yfir hvað er þetta spennufall hérna? Eigum við mynd af rásinni? Jú, svona myndi rásin líta út sem við værum að nota. Við værum með díóðu í rásinni og við værum með þétti og við værum með álag og riðspenna. Riðspennu frá riðspennugjafanum. Og við erum að skoða með þessum ljósbrúna riðspennuna inn og straumurinn fer hérna í gegnum þessa díóðu. Hvað er spennufallið yfir díóðu sem er leiðandi? Við sjáum það í formúlublaðinu. Það er 0,7 volt. Og við sjáum þá hérna á þessari mynd að það er munur á bláu línunni sem er jafnspennan og þessari ljósbrúnu hérna. Og þessi munur er spennufallið yfir díóðuna. Þannig við náum aldrei alveg yfir max gildinu út sem jafnspennu. Hún verður alltaf á lægri sem munar spennufallinu yfir afriðis díóðuna. Síðan afhleðst þéttirinn alveg hingað þar til að við fáum aftur frá díóðunni spennu þegar að spennan hækkar aftur hérna upp frá spennugjafanum. Svo að hérna síðan getum við reiknað út gáruspennuna og þegar við vitum hana þá getum við dregið hálfa gáruspennu frá max-gildinu og díóðspennufallið frá því að þá erum við komin með meðalgildisspennuna. Það höfum við gert líka síðast og hérna var rásin og hérna höfum við formúlu fyrir gáruspennuna fyrir hálfbylgjuafriðunina. Hérna með stöðulinn 12. Og þá er það 12
sinnum álagsstraumurinn í milliamperum deilum við stærð þéttisins í mikrofaratum. Og við bara skoðum hérna sýnidæmi til þess að æfa okkur á þessu. Hér eitthvað sýnidæmi, býtum við, það er ekki hérna með þessum glærum. Við erum búin að fara í það hérna. Þannig að við fyrst þá fáum við hérna, útreiknaða gáruspennu áður og við getum reiknað út hérna meðalgildið. Við verðum að vita það, við fáum max ef við vitum virkagildið inn, þá segjum við sem rótina 2, þá fáum við max gildið og draugum hálfa gáruspennuna frá og líka díóðuspennufallið ef við tökum tillit til þess. Og svo sjá, hér kemur bara sinadíóðan, hér er dæmi sinadíóðu, það er ekki, það leitaði hvort ég er hérna með eitthvað dæmi, ég næ bara þá í dæmi úr bókinni brúafriðil. Hérna er ég með, hérna er brúafriðil, ekki hálfbyggjaafriðin og hér er eitthvað dæmi úr brúafriðili, líklega. Og svo spennistengt afriðin. Ok. Hérna, ég ætla aðeins að fara yfir í bókina til þess að sjá, rifja aðeins upp þennan útreikning á gáruspennunni og reikna út meðalgildið. Já, ég þarf að finna þetta hérna. Nú skoðum við þetta sýnidæmi hérna 3.3 með hálfbylgjuafröðinni. Þar erum við með eina díóðu, þétti sem er 1000 mikrofarad og álagsmótstöð sem tekur 146 milliampera straum. Þá þurfum við að byrja á því að reikna út gáruspennuna. Það gerum við svona, við margföldum álagsstrauminn 146 milliamper með 12 og deilum með 1000, stærðin á þéttinum 1000 mikrofarad, fáum að gáruspennan er 1,75 volt, alveg frá hámarki hérna og niður í það sem þéttirinn aflest í. Það er merkt hérna inn á myndina hérna, gára, 1,75 volt. Síðan setjum við þetta inn í formúluna fyrir meðalgildið á afriðun í hálfbylgjuafriðun. Það er max, við reiknum þetta út frá max gildinu, drögum hálfa gáruspennuna frá og drögum spennufalli yfir eina díóðu frá. Og virkagildið inn er 12 volt. Við sjáum það hérna max er reiknað út hérna með því að margfalda sem er 12 volt sinnum rótina 2. Þá fáum við einhverja spennu sem er hámarksgildið sem er 16,97 volt. Við sjáum það hérna á myndinni hvað max er. Það er búið að reikna út hérna. Svo drögum við frá hálfa gáruspennuna, þá er 1,75 deilt með 2. Og svo drögum við frá 0,7 volta spennufallið yfir díóðuna. Og þá fáum við þessa meðalgildislínu hérna í gegnum hálfa gáruspennuna sem að endar í 15,39 volt. Það er merkt hérna inn á, með 15,39 volt. Kannski ekki alveg nógu stækkað hérna. Það er þessi spenna hér. Þá erum við að reikna út þessa línu hérna sem að liggur í gegnum hálfa gáruspennuna. Við höfum samskonar aðferð með heilbylgjuafriðun þegar við erum með 4 díóður, en stöðullinn í gáruspennunni
breytist bara yfir í 6 af því að við erum reiknum með lægri gáruspennu. Þá er hann helmingi minni. Og þá erum við með helmingi fleiri toppa hérna því að við nýtum líka neikvæðu hálfbylgjuna. Þá kemur hún hérna inn á milli. Og ef við skoðum kannski aðeins til samanburðar dæmi úr henni, hérna við erum með símyndæmi 3,4, þá er gefið, já það er kannski verið að reikna eitthvað tilbaka, býtum við, að sé verið að reikna út tilbaka spennuna álíklega. En við fáum hérna annars síðan dæmi þar sem að við gefin er hérna er gáruspennan. Það er eitthvað síðan dæmi hérna sem við fáum til þess að reikna út með fyrst gáruspennuna til þess að reikna út meðalgildið, jafnspennuna sem sagt. Það er hérna. Þetta er síðan dæmi 3,6. Og það er gefin, það er sami straumur, 146 mA, en nú erum við með 4 díóður og gáruspennuformúlan er með stuðlinum 6 þar, ekki 12, þetta er 6. Og þá byrjum við að reikna út gáruspennuna, það er 146 sinnum 6, þessi 146 mA, álagsstraumurinn, sinnum stuðlinn 6 og deilum með stærð þéttisins sem er jafn stór, 1000 mikrowatt, en nú sjáum við það, gáruspennan er miklu lægri, hún er 0,876 volt. Það sama gerum við hérna, við drögum hálfa gáruspennuna frá max-gildinu og þetta er sama max-gildi við vorum með áðan því að við vorum með þar þess að 12 volta riðspennu inn, virkagildi riðspennunar var 12 volt og sinnum rótun á 2, þá fáum við max. Drögum hálfa gáruspennuna frá, sérst 0,876 deilt með 2 og síðan drögum við 2 díóðspennu föll frá, sem sagt 1,4 volt, eða 2 sinnum 0,7 volt. Og þá endum við hérna í 15,13 volt, sem er þetta ekki hærri spenna heldur en við vorum með áðan? Munið hvað við vorum með áðan? Ok, 15,13, það geta ekki aðvitað þetta. 15,13 hérna, hvað vorum við með áðan? Já, það er hærri spenna, 15,39. Já. Við erum með hærri spennu hérna. Ég hef búist við að við værum með ennþá 15,13 út úr henni. Já, það er vegna þess að við erum með 2 díóðspennufall, en bara 1 díóði hér. Það hefur meiri áhrif heldur en gáruspenna. Ok, þá sjáum við það. Já, það var 2007 volt í heilbylgjaafriðinni. Af því að það er 2 og 2 díóður sem er að leiða. Þess vegna erum við með hærri meðalgildisspennu hérna. En gáruspennan er samt sko meiri. Það er aftur á móti galli hérna við hálfbylgjaafriðina. Við fáum aðeins hærra meðalgildi út úr þessu, af því að við erum bara með 1 díóðu en ekki 2. En það munar samt mjög litlu á spennunni. En við fáum aðeins jafnari spennu ef við erum með 4 díóður, heilbylgjaafriðin. Þegar við erum með 4 díóður, þá eru alltaf 2 díóður sem er leiða samtímis. Ef það er jákvæð spenna hérna megin ofanverðu, þá er díóð 1 og díóð 2 að leiða. En ef það er jákvæð spenna neðanverðu á spennugjafanum, þá er það díóð 3 og díóða 4 sem er að leiða. Það er alltaf 2 díóður að leiða samtímis í heilbylgjuafriðin. Við erum með 4 díóður. Ok. Þá erum við búin að bera saman útreikning á hálfbylgjuafriðin og heilbylgjuafriðin. Frábært. Þá skulum við fara í næsta lið hérna í glærun. Það er að skoða senedíóðu.
Senerdíóða, hún yfirleitt notuð bakspennt og þá getur maður látið senerdíóðana halda spennu yfir eitthvað tæki eða yfir einhvern hluta af rás sem við þurfum að passa upp á að spennan verði ekki of há eða bara verði innan ákveðinna marka. Við tókum mælingu í síðasta verklega tíma á 10 volta senerdíóðu. Þannig að hún hélt 10 voltum nokkurn veginn yfir sig og ef við hefðum tengt 10 tæki sem að þoli bara svona 10-11 volt eitthvað svoleiðis, þá senerdíóðan að verja tækið fyrir of hárri spennu, að tækið fái bara rétta spennu. Við getum notað senerdíóðana þannig. Það hækkaði spennan eitthvað aðeins yfir hana þegar við jukum strauminn í gegnum hana, það fór ekki mikið meira heldur en upp í 11 volt, eitthvað rétt rúm 11 volt. En senerspennan á henni var 10 volt. Og ef slökkt á tækinu, þá fer allir straumurinn gegnum hana. Við skoðum straumrásina. Tæki myndi vera tengt hægra megin á myndinni. Yfir senerdíóðana. Í þessari rás hérna. Hérna sjáum við spennugjafa, stillaðan spennugjafa frá 0 til 16 volt. Þessa mælingu gerðum við í síðasta verklega tíma og raðtengdum viðnám við hana svo hún myndi ekki skemmast. Því að hún þolir bara ákveðin straum í gegnum sig. Og við getum reiknað út þann hámarksstraum sem hún þolir og valið þannig hvað þetta viðnám þarf að vera stórt. Í rauninni þá þurfum við að læra að gera það í þessum áfanga. Að velja rétt að stærða viðnámi til þess að verja díóðuna fyrir of miklum straum. Og hér sjáum við kennilínuna. Ef hún forspennt, sem hún við notum hana ákaflega sjaldan þannig, þá virkar hún í rauninni bara alveg eins og venjuleg díóða. Hún opnar hérna við 0,7 volt. Og leiðir bara svona. En við erum oftast að nota hana bakspennta. Þá merkt hérna mínus sem táknar hans í bakspennt, U-zeta, senerspenna. Og þá þurfum við bara að sjá hérna að hér byrjar hún að leiða rétt kannski við það að senerspennan að koma upp. Og þangað til leiðir hún nánast engan straum í gegnum sig. Við mældum það allavega ekki þegar við vorum með þessa mælingu hjá okkur. Og upp að ákveðnum straum þolir hún þarna sem að heitir E-zeta max. Og það einmitt viðnámið og náttúrulega spennugjafinn, hann má ekki fara yfir ákveðna spennu. Það voru við með 16 volta spennu. Og hann má ekki fara yfir þá spennu og viðnámið þarf að takmarka strauminn það mikið að við förum aldrei alveg upp í E-zeta max. Ef að þetta helst innan þess straums, þá þolir senerdíóðan að það sé slökkt á tækinu hérna við hliðina, því þá fer allur straumurinn í gegnum senerdíóðana. Þá hitnar senerdíóðan mest. Þegar slökkt á tækinu sem við á að tengjast við þetta hérna eða hluti rásarinnar ef hann ekki í sambandi eða eitthvað slíkt. Þá hún bakspennt, já. Þá kemur plúsinn hérna ofan á katóðana á henni. Og þetta hak hérna, það táknar það að þetta sé senerdíóða. Ok. Lítum við. Og við skulum sjá hvort það sé ekki einhvers staðar hérna sýnidæmi. Jú, þetta fínt. Hér
senudíóða sem að þolir 500 millivött eða 0,5 vött. Og hér spennugjafi eða jafnspennan frá spennugjafanum 12 volt og senerspennan 5 volt. Og við þurfum að velja viðnám, væntanlega í þessu sýndæmi, sem á að verja senudíóðuna fyrir of háan straum. Þá þurfum við í rauninni að byrja því að reikna út hvað E-max fyrir þessa senudíóðu. Og já, það ekkert meira það sýnt hér, heldur. Við þurfum að bara reikna það út. Hérna. Þá þurfum við að finna út E-max. Og það rauninni straumurinn sama sem aflið deilt með spennunni, senspennunni. Og þá þurfum við að það sem sagt 0,5 vött deilt með senspennunni, deilt með 5. Og þá fáum við hérna að það straumurinn sem sagt 0,1 ampere eða 100 milliampere. Og þegar við vitum það, við vitum strauminn, þá getum við fundið út líka annað sem við vitum að spennugjafinn, hann gefur 12 volt og senerspennan 5 volt. Mismuninn þarna milli 12 og 5 þurfum við að fella yfir þetta viðnám, raftengda viðnám. Og restinn af spennunni verður að vera yfir þetta viðnám sem að þá 12 mínus 5, það bara 7 volt sem við þurfum að fella hérna yfir. Já, ef að ekkert tæki hérna, álagsstraumurinn engin hérna, IRL, þá fer allur straumurinn í gegnum senudíóðuna. Og þá hérna verður mestu hiti í henni, já. Já. Þá erum við að verja tækið þannig að það fær aldrei hærri spennu heldur en 5 volt. Akkurat, já, það málið. Þannig að núna, þá skulum við reikna út hvað mótstaðan þarf að vera stór og í rauninni þurfum við að velja næstu standardstærð fyrir ofan nema við bara reynum að setja saman viðnám þannig að þau verði alveg nákvæmlega rétt stærð. En yfirleitt það þannig að við reiknum út á einhverja stærða viðnámi og þá þarf það að vera lágmarkið þessi stærð og þannig að þá þurfum við að velja í töflum fyrir staðlaðar stærðir þá næstu staðlaða stærð fyrir ofan þannig að straumurinn í gegnum senudíóðuna verði ekki of mikill. Ok, þá reiknum við út það 7 volt sem við þurfum að fella yfir viðnámið og straumurinn í hámarki gegnum senudíóðuna 0,1 ampere. Þá segjum við 7 deilt með 0,1 og þá fáum við 70 ohm sem að þetta viðnám verður að vera. Og þá spurning, hvað næsta standardstærð þar við? Þá getum við að fara í töflur. Það til dæmis í bókinni hérna. Það eru standardviðnámsstærðir.
Og ef við förum í röð E24, þetta blaðsíðu 2 í bókinni, að þá getum við valið viðnám sem að til dæmis 750, 75, já, þá það 75 ohm. Það verður bara næsta standardstærð. Og næsta sem myndi nálgast þetta væri 68. Hins vegar, ef við værum með eitthvað viðnám sem við getum hliðtengt, til dæmis ef við getum hliðtengt einhvern 2 og myndum við endað í einhverju viðnámi sem væri nær 70 ohmum, þá getum við gert það. En við segjum það bara, við notum næstu standardstærð fyrir ofan sem er þá í grunn E24 röðinni, þá notum við 75 ohm. Það er talan 750 í töflunni. Bara vegna þess að þetta er gefið upp í 3, það fyrsta er 110, 120 eða 100, sko. Þannig að maður getur fært kommuna til. Þannig að þetta getur verið 7,5 ohm eða jafnvel kannski 0,75 ohm hugsanlega, eða 75 kíló ohm, eða við getum leikið okkur með þetta fram og tilbaka, sko, bara fært komuna fram og tilbaka. En þetta er í þessum staðla kerfi á E24. Ok, og þannig myndum við gera þetta í raunveruleikann. Að tengja þarna 75 ohma mótstöðu, þá er alveg pottþétt að senudíóðan hún eyðileggst ekki. Þá erum við búin að klára þetta sýnidæmi, sko. Að velja rétta stærð af mótstöðunni. Það er spurt hvert er stærð mótstöðunar? Það er í rauninni útreiknað 70 ohm, en næsta standardstærð er 75 ohm. Það er svarið. Það er spurning, sko, því að við erum ekki með neina alveg græju til að skrifa eða setja inn hérna. Ég ætla bara að setja hérna smá útreikningin fyrir þá. Að I max eða bara, já. Það var hérna erum við þá með þetta, kannski voðalega smátt, en hérna fer ég bara í útreikningin, format, þessi stækka þetta upp, svona, skorra, þá erum við með, fyrst erum við að reikna út hámarksstrauminn, það er aflið sem að senudíóðan þolir, deilt með senuspennunni, þá fáum við I max. Það er 0,1 ampere. Síðan þurfum við að athuga hvaða spennufall verður yfir raðtengda viðnámið til að verja senudíóðana. Jú, það er spenna spennugjafans mínus senuspennan. Það er 12 mínus 5 volt. Það er 7 volt að munur. Það er spennan yfir viðnámið, R. Þá getum við reiknað út stærð viðnámsins út frá spennufallinu yfir viðnámið og straumnum, hámarksstraumnum sem að senudíóðan þolir. Þá segir 7 deilt með 0,1 amperi og þá fáum við 70 ohm. En við getum ekki farið út í búð og keypt 70 ohma viðnám. Við þurfum að fá næstu standardstærð sem er til. Það getur vel verið að sé til eitthvað nær 70 ohmum. En hérna í bókinni þá höfum við töflu, E24 töfluna á blaðsíðu 2 í grænu bókinni, rafmagntækni fyrir hluta. Og þar sjáum við að þar getum við fengið 75 ohma mótstöðu sem er næsta standardstærð fyrir ofan. Og þá verjum við senudíóðana fyrir of háum straum, þannig að það fari ekki yfir afltapið eða aflmerkinguna sem er á henni.
Þetta þurfum við að kunna að gera. Ok, þá höldum við áfram með það sem við erum að skoða. Við förum líka í ljósdíóðu. Ljósdíóðan, þetta er hálfleiðari hlutur sem lýsir þegar straumur fer hana. Og hún leiðir náttúrulega bara í aðra áttina. Sem sagt þegar við setjum jákvæða spennu á anóðaskautið. Anóðaskautið verður jákvæðara heldur en katóðaskautið og þá sendur hún frá sér ákveðna byggjulengd. Við erum með mismunandi liti, rauðan, grænan og gulan, svo er náttúrulega þekkið þessar 9 tegundir af ljósdíóðum. Og það sem við vorum að skoða hérna í gær í verkefninu, það var merkingin á því hvar katóðan væri. Það er skorið í hringinn á hana á plastinu og þar sáum við hvar katóðan kemur. Svo sagt hérna, það er ekkert hægt að treysta á lengdina á þessum leiðurum því að það getur verið búið að klippa á það. Þannig að hérna já, þá myndum við tengja það inn á mínus. Ég veit ekki af hverju stendur hérna plús hérna megin. Skrítið að það er hérna. Sem þess að plúsin inn á anóðuna, það er rétt, já, og katóðan fer í mínus, þá hérna lýsir hún. En þessi hérna myndi ekki lýsa. Hérna á táknmyndinni. Hún er öfugt póluð. Ok. Og spennufallið yfir þessar díóður eru svona milli 1 og 3 volt og yfirleitt þá gerum við ráð fyrir að séum það bil 2 volt yfir svona standard ljósdíóðu sem við höfum verið að nota. Og straumurinn er á bilinu ýmist svona, við reiknum með milli 10 og 16 milliampere. Þetta er dálítið langt bil hérna, en það getur verið að það sé rétt með alls konar tegundir, sko, að sé frá 1 milliampere upp í 20 milliampere. En það er dálítið breytt svið, sko. Og það er sem sagt mismunandi spennufall eftir mismunandi litum sem kemur fram hérna þá. Að rauðljósdíóða er hérna 1,8 volt, græn með 2,15 volt og blá ljósdíóða er 3 volt. Það er mismunandi sjálfsagt á standarddíóðum hvað er mikið spennufall. En já, þetta er svona bæði rauða og græna, það eru í kringum 2 voltin, sko. Þannig við reiknum með svona 2 volta spennufalli við svona standarddíóðu og 10 milliampera straum. Hér er dæmi rauðaljósdíóðu og þá er tekið fram hérna að það væri 1,8 volta spennufall yfir hana þegar hún leiðir, gerir ráð fyrir því. Og við erum með 9 volta spennugjafa og hér eigum við að reikna út stærð mótstöðu sem við þurfum að raðtengja við ljósdíóðuna svo skemmist ekki. Við þurfum að takmarka strauminn í gegn þannig að hann verði ekki mikið meiri heldur en svona 10 milliampere, svona dæmigerður straum. Hún þolir meiri straum en bara til þess að hún endist að þá getum við miðað við að 10 milliampere sé hún nóg mikill straumur til þess að hún lýsi nóg vel. Það er það sem við erum að reikna út frá. Og þá þurfum við bara að finna, eins og við gerðum áðan með sinnendíóðuna, hvað á að fella spennuna mikið niður yfir R1. Við þurfum að fella spennuna niður svo að ljósdíóðan fái eðlilega spennu og straumurinn verður eðlilegur í gegnum þetta. Að spennugjafaspennan er 9 volt. Þá myndum við byrja að segja 9 mínus 1,8 volt af því að við erum ekki með nákvæmlega 2 volt þarna yfir, heldur að gefið að rauða ljósdíóðan fellir yfir sér 1,8 volt. Og þannig að spennufallið yfir R1, raðtengda viðnámið,
er þá 7,2 volt. Og er þetta reiknað út hérna eitthvað? Já, 9 mínus 1,8 volt, það er þá 7,2 volt hérna. Og við deilum með straumnum sem við gerum ráð fyrir að sé nægur til þess að ljósdíóðan þessi lýsi. Og þá er það hérna 7,2 volt deilt með 10 milliamperum. Hérna myndum við að setja eins og 10 sinnum 10 mínus 3 veldi. Og þá fáum við hérna stærð mótstöðuna sem er 720 ohm. Þessi standardstærð er líklega ekki alveg á lausu. Ef við förum í E24 röðina, þá bara notum við sömu þetta 750 ohma mótstöðu. Skiljiði. En ef við getum hérna tengt saman einhverja tvær ef það væri til og við getum hérna nálgast þessa stærð 720 ohm með því að hliðtengja eða raðtengja á víxl eða hliðtengja nokkra saman þannig að við náum þessu stærð, þá er það möguleiki. Og þá er náttúrulega miklu stærri mótstöður sem eru hliðtengdar og þá getum við nálgast þessa stærð hérna. Akkúrat, þá erum við búin að læra líka að reikna út viðnám sem að ver ljósdíóðinu fyrir eða of miklum straumi, getum við sagt, eða bara reikna út hæfilega stærð mótstöðu fyrir ljósdíóðu. Þá kunnið þið það. Ok. Og við vorum búin að bera saman hérna heilbylgjuafriðin, brótengda og býtum við aðeins að sjá hvort að við erum að fara hérna í Já, við skulum bara fara að skoða hérna þessi dæmi því að við erum búin að fara bæði í útreikninga í hálfbylgjuafriðin og heilbylgjuafriðin og búin að skoða hvernig að heilbylgjuafriðin virkar. Þannig að við skulum athuga með þessi dæmi hérna. Og þau eru þá á blaðsíðu 81. Skoðum það aðeins. Við finnum formúlur hérna undir efni hérna og það er hérna PDF-skjal þar sem að við sjáum hérna svarið við fyrstu spurningunni hérna samhengi milli hámarksgildis og virkagildisviðspunnar er U max er saman sem rótin af 2 sinnum U og þá er hérna spurt í bókinni hvert er samhengi milli virkagildis og hámarksgildis riðspennu. Þannig að getum fundið það. Hérna á blaðsíðu 81 þá er sem sagt spurt hérna hvert er samhengi milli virkagildis og hámarksgildisviðspunnu. Það er þessi formúla hérna. Það var bara setja hérna sinnum sem sagt max er það sjá sem U sinnum rótin af 2. Það er að setja inn með það er bara sinnum í staðin þennan kassa hérna og hámarksgildið er þess að alveg toppurinn hérna og niður í 0 línuna. Já, formúlan er bara svarið. Við skulum sjá það aðeins að breyta þessu hérna svo ég get sett inn formúlu insert equation það lendi hérna baki já. Ok. Setja hana hérna lengst til vinstri.
Reynum að svara þessum spurningum hérna. Gefum okkur smá tími í það. Svona, þetta taka þennan út. Hérna bara sett inn, sko, það ekki spurt þetta, það bara skilgreiningin á virkagildi riðspennunnar sett inn hérna. Þess að hámarksgildið bara hæsta, bara mælingi frá hæsta punkti á riðbylgjunni og niður í 0. Það bara skilgreiningin á max. Og hér þarf ég að setja inn nýja formúlu, sko sjá. Þetta einhver gamalt forrit sem að bjóð til þetta formúlu og það vantar sinnum táknu hérna inn í þetta. Já, það líka hérna var það betra að nota bara punktinn. Svona. Svona. Og það ekki að setja inn hérna svona. Já. Já, 1 sekúnda á móti sem sagt 50, af því að þetta 50 sveiflur á sekúndu. Já, þá það 1 sekúnda deilt með 50 sveiflu. Þá tíminn á einni sveiflu sem sagt 20 millisekúndur. Svona á það að vera. Laga þetta, ok. Við köllum þetta sveiflutíma í 50 röða kerfinu. Þá þess að það sýnt hérna á þessari mynd að eftir við erum konum með 90 gráður hérna, þá komum við 5 millisekundur og þegar við komum með 180 gráður, þá erum við komin alveg niður í 0 aftur og þá hefa liðnar 10 millisekundur frá því að við fórum í gegnum 0 punktinn
síðast. Og þannig að það helmingurinn af riðbylgjunni og þá endum við, eða þá förum við í lægsta punktinn í neikvæðri átt, 15 millisekundur eru komnar þá og síðan 20 millisekundur áður en að við endur tökum bylgjuna. Þannig að eitt sveiflutími er 20 millisekundur. Og við getum þá reiknað út tíman og gráðurnar þarna. Það er 3 og síðan í 4 þá er að teikna mynd og útskýra hvernig straumurinn streymir í riðspennusótt og það er bara þessi sama mynd sem við vorum með. Í A-helmingnum þá er þessi straumurinn að fara í þessa átt hérna, frá plus til mínus. Það er A-hlutin hérna. Það er þegar spennan er jákvæð, svo þegar spennan er neikvæð, þá snýst straumurinn við í mynd B og er allan tíman neikvæð þegar við erum með neikvæð spennu. Það rennur straumurinn í hina áttina. Það er að rissa upp þessa mynd hérna 4. Hérna í 5 þá segir hérna teiknaða mynd af hálfbylgju afriðilsrás. Þetta hérna er rásin hérna til hægri á myndinni. Útskýru af hverju rásin hleypir bara jákvæða helmingi riðspennunni í gegn. Þá er reynt að gera það hérna með texta. Og svo það er bara B. Og svo C, hvernig getur þú tengt díónu til að fá neikvæða hálfriðið yfir álagið. Og þá segir bara hérna með því að snúa díónu við. Og þá sjáum við það hér. A er þess að myndin. B er hérna útskýring á því hvernig þetta virkar. Að díóðan hún sýnir svona straumstefnu straumstefnu skilgreinds straums í gegnum sig. Skilgreindur straumur fer frá plus til mínus. Og þá segir hérna í textanum að því að díóðan hleypir straumnum honum í straumátt sem að díóðan sýnir hérna. Meðan hún er forspennt. Hún er forspennt svona þegar að jákvæði spenna er hérna á anóðu heldur en á katóðu. Þá er hún forspennt. Já, það segir hérna sko. Meðan anóðan er með jákvæðari spennu en katóðan þá leiðir díóðan. Það er málið. Og síðan er sagt að svo ég sé hvernig getur þú tengt díóðana til þess að fá neikvæða hálfriðið yfir álagið og þá er bara getur við snúið díóðana við, þá fáum við neikvæða hálfriðið yfir álagið. Þegar við erum með eina díóðu og engan þétti í rás. Já, sko, þá er meðalgildi úr hálfu riði 90% af virkagildinu. U er virkagildið og þá er meðalgildi úr hálfu riði 90%. Þannig að sko, þegar við erum með hálfbylgjuafriðum, þá þurfum við að deila með 2 hérna. Eða margfalda með hálfu.
vegna þess að við nýtum bara helminginn af riðbylgjunni. Ef að við erum með heilbylgjuafriðun, sem við erum ekki með núna, sem sagt, en þá deilum við ekki með tveimur. Þá segjum við bara, þá er þetta alltaf stanslaust svona hálfbylgja hérna, hálfbylgja og aftur hálfbylgja, og þá notum við, ef við erum ekki með neitt þétti, þá getum við reiknað meðalgildi afriðunarinnar með því að segja að virkagildið sinnum 0,9, það er meðalgildið. Af því að meðalgildi úr hálfu riði virkagildisins er 90% af því, af virkagildinu. En ef við erum með hálfbylgjuafriðun, þá erum við bara að nýta helminginn úr riðbylgjunni. Og þess vegna, og ef við erum ekki með neitt þétti til þess að fylla þarna upp í, að þá þurfum við að nota þess að tvistinn, deila með tveimur í þessa 90% af virkagildinu. Ef við erum með þétti, þá reiknum við fyrst út gáruspennuna og drögum hana frá, drögum halva gáruspennuna frá maksgildinu og drögum líka díóðspennuna frá. Þannig það er önnur aðferð, en þetta notum við bara þegar við erum ekki með þétti, allt í lagi. Og við skoðum hérna dæmi 6, hérna, hvað er ég með þetta? Hérna, að þyrftum eiginlega að hafa, við höfum mynd af þessu hérna. Þetta er hálfbylgjuafriðun og við erum með hérna, sem sagt, þétti, við erum ekki með neitt þétti í þessu. Ef þetta væri hálfbylgjuafriðun án þéttis, þá værum við bara með þessa hérna, sem sagt, riðbylgjuhelminga hér, svo er ekkert á milli, og svo bara aftur riðbylgjuhelmingur hér, og við erum bara með útreiknaða beina línu hérna í gegnum myndina, sem að væri þessi 98,3 volt. Ef að virkagildi riðspennunnar inn er 220 volt, þá reiknum við út sem sagt 90% af því gildi og deilum með tveimur vegna þess að við erum bara með hálfbylgjuafriðun. Og að lokum, þá drögum við frá 1 díóðaspennufall, að segja að rásin er bara svona. Það er bara 1 díóða í rásinni, við erum með álagsmótstöðu og við erum ekkert að spá í það hvað straumurinn er mikill. Við erum bara að reikna út meðalgildi spennunnar út frá þessari formúli hérna að við erum með 90% af virkagildinu í spennunni og svo að því við erum með hálfbylgjuafriðun þá erum við að deila með tveimur og drögum svo díóðspennufalli frá. Þegar við erum með svona háa spennu þá munar þetta díóðspennufall voða litlu, breytir svakalega litlu. Þannig að við getum þess vegna sleppt því, en hérna, hvað er beðið hérna? Það er hálfbylgjuafriðsrás tengt 220 volt riðspennugjafa, hvert er meðalgildi yfir álagið og hvert er meðalgildi yfir álagið ef síuþéttir er tengdur yfir það. Já, og þá í sambandi við B, þá vantar smá upplýsingar þar, því að þar er gert ráð fyrir að álagsdraugurinn sé lítill sem engin. Að við séum ekkert afhlaða þéttir. Já, það er ekkert verið að nota rásina, það er engin álagsdraumur, við erum bara með spennuna hérna upp í hámarkinu. Það er bara bein lína hérna alveg í toppinum, max. Og þá getum við reiknað út þá myndi þéttirinn að vera afhlaðast á milli, já. Þannig að þess vegna erum við bara að reikna hérna maxgildið út frá 220 volta spennu. Þá segir bara virkagildið sinnum rótin af tveimur og fáum 311 volt maxgildi. Og það er bara sama og sá yrði bara spennan í hámarki, í alveg sama og maxgildið. Já, spennan, bara bein lína.
En það bara vantar hérna í textan sko í bókinni að gera ráð fyrir að það sé engin álagsstraumur. Og síðan í 7 þá er bara að teikna upp þessa mynd og útskýra hana. Að teikna mynd af gáruspennu og útskýra, nota myndina til að útskýra þessa formúlu svo með og drögum hálfa gáruspennu frá. Og þannig að við getum fundið meðalgildi aðra reiðspennu með því að reikna upp fyrst maksgildið og draga síðan hálfa gáruspennuna frá, því að við getum dregið hérna beina línu hérna í gegnum gáruspennuna, miðja gáruspennuna. Þar það bil erum við að mæla meðalgildi á jafnspennu mæli. Og þetta getum við svo framkvæmt í verklegum æfingum með því að tengja jafnspennu mæli hérna við og mæla hvað spennan kemur út úr svona rás. Og yfirleitt þá mælum við spennuna örlítið lægri heldur en við reiknum hana út. En það auðvitað einhver smá önnur töp í rásinni og svo náttúrulega þarf að gera ráð fyrir díóðaspennufallinu líka. Og hér segir, að hvort að textin ekki í lagi hérna, að gáruspennan nær frá toppgildi niður í þá spennu sem þéttirinn aðhleðst í. Ef við draugum helminginn af gáruspennu frá toppgildi afriðu spennunar, ættum við að fá út meðalgildi jafnspennunar á lagið eða með sem max mínus hálf gáruspenna. Þannig að þá erum við búin að útskýra þessa formúlu sem beðið var í dæminu, en þarna ekki verið að taka tillit til spennufalls yfir díóðu. Þannig bara verið að einblína á gáruspennuna sjálfa. En við þurfum samt áður ef við erum með tiltölulega lága spennu, kannski innan við 24 volt eða eitthvað slíkt, þá þurfum við að gera ráð fyrir þessu spennufalli við díóðuna. Það skiptir máli, sérstaklega þegar við brúafröðuna, þá spennufalli við díóðunar samtals 1,4 volt sem þurfum að draga frá. Þegar við að reikna svona lög út. Hérna einmitt myndin sem við verðum að vísa í spurningu 8 og það spurt af hverju verður meðalgildi jafnspennunar á mynd 311C bein lína. Jú, það vegna þess að hér engin álagsstraumur. Á aðhleðst þéttirinn ekki neitt. Hann hleðst upp í hámark og helst í hámarki. Á þessari mynd hérna, þetta bara riðspenna. Við erum ekki með, ef við skoðum þegar kemur álag, þá fáum við gáruspennu. Hérna álagsstraumur. Þá fáum við bara svona eðlilega gáruspennu. Þetta þegar eitthvað tæki í sambandi. Ok. Þessa hérna. Já. Já. Nei, sko, virkagildi riðspennunar inn, þessi riðspenna inn, hún 220 volt. Sko, það allt þetta svæði hérna, alveg hérna frá hingað. Þetta gefur sömu hitaorku og jafnspenna sem 220 volt. Sömu hitaorku inn á sama viðnám. Þannig að það svolítið erfitt átt að segja á því, sko, þessi spenna hún hverfist núllásinn. Já, það sko, frá núllinu og upp í toppinn hérna,
Þar verður sem sagt 311 volt vegna þess að augnabliksgildi hérna á spennunni, við getum reiknað hvern einasta punkt hérna í línunni með augnabliksgildi. Því að við erum með hérna sem sagt, við getum tekið sínus af 90 gráðum. Hvað er sínus af 90 gráðum? Er það ekki 1? Já, þá er hann jafnt og hámarkið hérna. Og hvernig reiknum við út hámarkið hérna? Við reiknum það út með því að margfalda virkagildi riðspennunnar sem við mælum með spennumæli, sem að spennumælinn segir okkur að sé 220 volt. En síðan til þess að finna þennan hámarkspunkt hérna, þá þurfum við að margfalda með rótina 2. Þá finnum við nákvæmlega þennan punkti hérna í hámarkið, sem að ef við stimplum inn í reiknivélina, þá fáum við akkurat 311 volt. Það segir 220. Dæmi 6 var, það var í rauninni bara þetta hérna sko, bara útreikningurinn á því sko. Þetta var bara útreikningurinn, akkurat. Þá erum við bara með virkagildi sinnum rótunum 2. Þetta er bara snúið við, hérna öfuru röð, 220 á að vera hérna undan. X bara. Svo þetta setja í réttri röð hérna og svo sinnum hérna. Það er eðlilega að sjá þetta svona. Spennan U sinnum rótina 2 sem sama á 1,414. Það er bara 311 volt. Eftir 90 gráður frá núllinu þá erum við með hámarkið á bylgjunni. Og það er bara nákvæmlega þessi punktur. Og við getum reiknað alla þessa punkta hérna á sínussveiflunni með því að setja inn bara hámarksgildið, þess að 311 volt, sinnum sínusinn af gráðum alls staðar. Ef við myndum segja til dæmis við 45 gráður, hvað er augnabliksgildið? Þá segjum við hérna 311 sinnum sínus af 45 gráðum. Skoða hvað er spenna. Segjum hérna 311 sinnum sínus 45, lokum suganum, saman sem það er akkurat 220 volt. Æ, við getum ekki sagt það. Við veitum ekki hvað þetta hérna er. Nei, þetta er bara einhver gáruspenna. Þetta er ekkert í samhengi við það. Sko, ef við skoðum hérna myndina bókinni, já, hvað er hún? Nei, hún er alltaf annars þar. Hérna, að við 45 gráður, þá hittist það akkurat á að þetta er sama gildi og virkagildi riðspennunar. Furðuleg tilviljun. Og svo verður nú það sama sko hinum megin við hérna 90 pluss 45 gráður, sem hvað er 120 gráður. Nei, 135 gráður. Þá er sama augnabliksgildið sko. Það er líka 220. Og svo getum við farið í mínus. Hvað er spennan til dæmis við 270 gráður, já, þá ætti hún að vera í lágmarki. Við 270 gráður, það er sem sagt, hvað er það? Jú, það er 90 gráður meira heldur en sko 180 gráður. Það er 270 gráður. Það er akkurat, þá myndum við mæla eða fá augnabliksgildið mínus 311 volt sko, nákvæmlega. En ef við myndum segja hvað er gildið, til dæmis augnabliksgildið 45 gráðum eða segjum bara 80 gráðum eftir að við erum komin hérna niður í 0 aftur, segjum 180 pluss 80 gráður,
það er 260, já, auðvitað. Og þá myndum við segja hérna 311 sinnum sínus af 260 gráðum. Þá fáum við spennu sem er mínus 306 volt. Þetta er svona, hún er þá alveg að skríða upp í, og hún er komið yfir 300 voltin og er að skríða upp í 311 voltin sem að vera þá dýpsti dalurinn hérna í mínus. Þannig að það getur maður reiknað hvern einasta punkt hérna augnablikksskildið á bylgjunni. Bara til þess að svona skilja þetta að átt að sjá þessu. Þannig að ef að þéttirinn væri tengdur sem sagt yfir álagið í þessari mynd sem sagt hérna myndum við tengja þétti hérna og já, það væri ekkert álag. Við myndum bara hafa rofa hérna og taka þetta álag út. Þá væri þetta bara bein lína. Þá bara myndi þéttiri hlaðast upp og ekkert afhlaðast. Og ok. Þannig að þá er komin svona smá aðeins meiri skilningur á þessu. Ok. Já, ég er bara komin með hérna, hér er einhver hérna svör upp í 8. Síðan væri sniðugt að halda áfram eitthvað með þessi dæmi og hvað við eigum að gera í 9, það er stór spurning. Hvar erum við með þessi dæmi hérna? Já, við erum með í bókinni. Teiknaðu útskýrðu mynd af brúári, ok. Og ég veit ekkert hvort ég er með það einhvers staðar. Sjá. Við skulum sjá. Já. Hérna er eitthvað bara hægt að hafa þetta sem tímadæmi eða eitthvað slags. Hérna hefur verið útbúið eitthvað tímadæmi, þannig að Hörður hefur útbúið þetta sem tímadæmi. Ok. Eitthvað annað hérna. Það var 16 og svo áfram. Ok. Þannig að sko þetta hérna 9 þá er í rauninu bara mynd 327 sem hægt að nota til þess að sýna að 2 og 2 díóður leiða samtímis og það er að gera það. Þetta var hérna, bókin var hér einhvers staðar. Þetta var mynd 327. 327, hvað er hún? Hún er einhvers staðar hérna. Hvað er myndin hérna? 324 hérna. Já, ok. Það er að snúa þessari mynd svona. Það er alveg óþarf að teikna þetta svona. Ég finnst hinn myndin hérna bara það sem að hún snýr bara venjulega. Það er alveg nóg. Þið er reyndar að samkvæmt þessu að teikna þessa myndir. Bara þessar 2 myndir hérna sko. Mér finnst þær skýra þetta ákveðlega vel út. Hvernig 2 og 2 díóður leiða samtímis. Við erum alltaf að sjá þessa mynd teiknað upp sko. Og við erum að tengja eftir henni jafnvel í verklegu og þá getum við skoðað hvernig þessar 2 díóður leiða samtímis af því að það er forspendar hérna þessar 2, plúsinn kemur hérna inn á díóð 1 en á anóðuna fyrir gegnum ströymurinn hérna og gegnum álagið og þá er díóð 2 forspent af því að spennugjafinn hann er neikvæðasti punkturinn í rásinni hérna.
Þannig að ég myndi alveg eins, ég get bara bætt þessari mynd við hérna frekar. Bara að ná hérna þessu, alveg eins hægt að teikna þetta svona upp, svona, og setja þetta inn á myndina hérna, ég bara hérna, setja hérna 9. Og kemur þetta á næstu síðu. Það er hægt að sýna þetta svona. Og hin myndin getur komið hérna fyrir neðan. Svo eru hinar tvær leiða. Svona. Og það er sko hin aðferðin er að sýna þetta svona aðeins öðruvísi teiknað upp. Það var það svo gaman að teikna í AutoSketch Eggerti. Það er alveg unun að þessu. Og þá er þessari mynd hérna breytt svona. Er þægilegt að sjá þetta svona fyrir sér? Já, kannski. Sjáu þið, ef þetta teiknað svona, sjáu þið á betur hvernig 2 og 2 díóður leiða. Þetta var, já, 37 var hún að segja. Ok, þá breytum við þessari mynd yfir í þessa hérna. Er þetta ekki að sama myndin? Líklega. Copy. Þá fer ég hérna yfir í þetta hér skjal. Set þessa mynd upp svona. Þá breytist þessi í þessa mynd hér og þá er það mynd 3.27. Það er næsta mynd hérna. Fyrir neðan. Það er hún hérna. Já, þá hérna eru þessar að hindra ef að díóð 1 og díóð 2 eru leiðandi. Og hérna sjáum við, við 40 gráður þá erum við með 200 volt. Það er gaman að því. Það var munað eftir að reikna það út næst. Við til að taka hérna svona. Þetta, við endum þá að þessari mynd hérna. Þetta er álagsmótstaðan bara. Það er bara búið að snúa þessari mynd hérna, sjá, hérna var þetta allt saman. Sko, þessi mótstaða hér, það er þessi hérna, álæg. Búið að færa hana bara hingað. Bara búið að snúa þessum díóðum þannig að það er sýni að straumur fer beina línu hérna í gegnum frá vinstri til hægri. Og þá hérna eru díóð 3 og díóð 4 að hindra eins og við sjáum þá í þessari mynd hérna þegar spenna á þessu. Þá er 0,7 volt spennufall yfir díóð 1, 198,6 volt yfir álagsmótstöðuna og 0,7 volt spennufall yfir díóð 2 og straumur er svo beinustu leið hérna yfir hinn pólinn á spennugjafanum. Hér akkurat, já, hann er að segja hérna að sé kannski spenna augnablikki akkurat 200 volt. Já, það getur verið. En hérna, já, það er gaman að því. Hann er að segja við eftir 40 gráður þá er staðan akkurat þessi. Aha. Já, þá er hérna það sem að díóðnar þurfa að þola hérna, það er að hindra spennu sem er 199,3 volt. Já, já.
þá er að sýna hérna hindrunarspennu sem að díóðu 3 og 4 þarf að þola. Jú, ef að straumur fari í hináttuna, þá þyrftu hinir að þola þessa hindrunarspennu við akkurat þessar 40 gráður hérna. En þær þurfa að þola í hámarki, sko, þær þurfa að þola max, sem sagt 311 volt. Þarna bara verið að sýna, sko, að þær þurfa að þola sem sagt 208 spennu mínus díóðspennufall. Já, það er gaman að þessu og þá getum við í rauninni sem sagt, já, það er nú bara, það er ekki bara eftir 10 mínútur á tímanum. Já, við slepptum þessum hérna 3 mínútum. Það er ekki 5 mínútur, 4 mínútur. Allavega við hérna sem sagt skoðum það bara kannski aðeins hérna dæmi 10, bara byrjum á því að skoða hvernig það lítur út, hvað við höfum að byrja að gera þar og það sýnist mér að sé hérna. Hér er sem sagt brúafrið sem er tengd við spennubreyti sem breytir 220 voltum í 110 volt. Þannig að það er 110 volt hérna U2, spennan frá eftirvæðinu. Álagið sem er tengt við afriðin, það tekur 500 mA, það er búið að merkja það hérna inn á myndina. 500 mA og síuþéttirinn er 640 mikrofarad. Það er búið að merkja það líka hérna inn. Og það er búið að teikna mynd af rásinni og síðan á eftir að reikna gáruspennuna hérna. Þá sjáum við það á formúlublaðinu að við þurfum að nota stöðulinn 6 af því að við erum með 4 díóður og heilbylgjuafrið. Og formúlublaðið er hérna. Við erum með 4 díóður og þétti og þá erum við með gáruspennu formúluna hérna. Það er stöðulinn 6 sinnum álastraumurinn í milliamperum og deilum með stærð þéttisins í mikrofaradum. Ok. Þá myndum við byrja á þessu dæmi þannig. Og kannski ég reyni að láta ykkur fá hérna þetta prentað út og þannig að við getum eftir okkur á þessu.